Herir Bandaríkjanna og Ísraels hafa drepið yfir 1000 manns í Íran. Ekkert lát á átökum í Mið-Austurlöndum og áhrifanna farið að gæta hér á landi með hækkandi eldsneytisverði. 5 karlar og 1 kona hafa verið ákærð fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás í Reykholti. Þau eru sögð hafa haldið manni föngum í 2 sólarhringa, beitt hann grófu ofbeldi og hótunum, kúað af honum fé og þvingað hann svo úr landi. Sálfræðingur hefur þurft að sinna einhverfu fólki í geðrofi því engin annar vildi taka við þeim. Móðir segir barni sínu hafi verið neitað geðheilbrigðisþjónustu vegna einhverfunnar. Læknir segir að notkun svokallara peptíða geti haft langtíma afleiðingar á heilsu fólks. Aukin eftirspurn eftir sprautum til að nota efnið. Mikið gengur á Geldinganesi í Reykjavík. Þar alltaf verið klárt fyrir stóra jarðbora sem eiga að bora djúpt í iður jarðar til að finna vinnanlegt heitt vatn fyrir veitur. Gott kvöld. Bandaríkin og Ísrael hafa drepið 1045 manns í árásum á Íran síðan á laugardag samkvæmt ríkisfjölmiðlum í landinu. Bandaríkjamenn segist hafa sökkt yfir 20 skipum í eigu stjórnvalda í Íran, þar á meðal herskipi úti fyrir Sri Lanka í dag. Talið að hið minnsta 80 hafi verið drepnir í þeirri árás. Á blaðamannafundi í dag var varnarmálaráðherra Bandaríkjanna spurður árás á grunnskóla á laugardag þar sem 165 voru drepin og yfir 90 særð. All I can say is that we're investigating that. We of course never target civilian targets, but we're taking a look and investigating that. Red tie in front. Just on the basis that with the information you would have, your reconnaissance abilities, ability to gather information, I mean it's several days on now. So is there any clarity on whose munition this was? We're investigating it. Forsætisráðherra Spánar ítrekaði í dag andstöðu við árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran. Hann varar alþjóðasamfélagið við að leika rússneska rúllettu með líf milljóna manna. Bandaríkjaforseti gagnrýndi spænsk stjórnvöld í gær fyrir að neita Bandaríkjaherum leyfi til að nýta herstöðvar sínar á Spáni til árása á Íran. Á fundi með kanslara Þýskalands sagði Trump að honum fyndist sum Evrópuríki vera hjálpleg. But some of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. En definitiva, la posición del gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Muy a menudo las grandes guerras estallan por una concatenación de respuestas que se van de las manos por culpa de errores de cálculo, fallos técnicos, acontecimientos imprevistos. Por tanto, debemos aprender de la historia y no podemos jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas. Þá hvatti forsætisráðherrann Bandaríkin, Ísrael og Íran til að láta af hernaði áður en það yrði seinan. Afstaða Spánar byggðist ekki á stuðningi við klerkastjórnina, hana styddi enginn og allra síst Spánverjar. La pregunta, en cambio, es si estamos o no del lado de la legalidad internacional y, por tanto, de la paz. Í hefndarskyni hóta Íranar að skjóta á öll skip sem fara Ómanssund. Það ein mikilvægasta flutningaleið heims og 15 allrar hráolíu fluttur þar 100 skipa liggja við akkeri á meðan áhafnir bíða átekta ýmist á leið inn eða út sundið. Trump lofar að senda herskip fljótlega á vettvang til fylgdar. Sátar flytja mest af sinni olíu sundið og innviðir miðast við það. Þeir hafa til skoðunar að flytja meira Rauðahaf en þar hætta á árásum frá bandamönnum Írana í Jemen. Framkvæmdastjóri N1 segir að ástandið sé þegar farið að hafa áhrif á eldsneytisverð hér á landi. Já, við höfum verið að hækka verið síðustu 2 daga, eingöngu vegna þessa. En við höfum haft á reglu að við reynum að leiða þetta út jafnt og þétt, minni breytingar oftar í báðar áttir. Þannig að vonandi gengur þetta tilbaka og við getum bara lækka verið tilbaka jafnt og markaðarleikar. Hversu miklar hækkanir hafa þetta verið? Þetta hafa verið 5-7 krónur aðeins eftir tegundum núna á síðustu 5 dögum. Svona hefur heimsmarkaðsverð á brennt hráolíu þróast undanfarið ár. Verð á tunnu fór upp í $77 þegar Bandaríkjamenn gerðu loftárásir á kjarnorkuinnviði Írans í fyrra.
Verð fór síðan lækkandi, allt niður í tæpa $59 í lok síðasta árs. Frá því Bandaríkjamenn byrjuðu að safna herafla við Persaflóa hefur verð farið hækkandi á ný og snarhækkaði þegar átökin hófust síðustu helgi. Þetta hefur skörp hækkun núna síðustu daga og ef við horfum tilbaka svona hvað rétt rúmlega viku þá erum við horfum rúmlega 15% hækkun að jafnaði en þó nokkur meira á nokkrum tegundum. Þannig að það eru miklar sveiflur og mikil óvissa sem ríkir á mörkuðum þessa stundina. Já, og sannlega ekki verið meiri þó nokkuð skeið og þetta er svona mjög dramatíska breytingar núna síðustu daga. 6 Íslendingar, 5 karlar og 1 kona hafa verið ákærð fyrir að svipta mann frelsi fyrir 2 árum, kúga á honum fé og beita grófu margþættu ofbeldi. Elsti sakborningurinn er á 70-aldri en sá yngsti 20. Sakborningarnir sem eru tengdir fjölskylduböndum eru sagðir hafa ruðst inn á heimili mannsins í Reykholti í Biskupstungum, bundið hendur hann saman með strigalímbandi og veist að honum með grófu ofbeldi. Fórnarlambinu sem er á palestínskum ættum tókst fyrst að komast undan en einn sakborningana er svo sagður hafa hlaupið hann uppi og sparkað niður. Honum hafi síðan verið haldið föngnum frá föstudegi til mánudags þar sem fólkið reyndi að komast yfir rafræn skilríki hans og upplýsingar bankareikninga með því að hóta honum ógna með hnífi og haglabyssu og beita hann grófu ofbeldi. Fólkið er sagt hafa að lokum blekkt starfsmann Símans í Ármúla til að setja upp rafræn skilríki í símamannsins. Þau hafi þá keypt flugmiða til Parísar og þaðan til Möltu í nafni mannsins og síðan millifært rúmlega 17,5 milljón af reikningi hans á ýmsa reikninga í þeirra eigu. Maðurinn á svo hafi verið neyddur í flugið með hótunum að dóttur hans hefði gert mein færa hann ekki úr landi. Á Möltu fór maðurinn í læknisskoðun þar sem kom meðal annars í ljós að hann var með blæðingu í framheila, nef og fingurbrotin, hafði tapað 15 tönnum og var með 4 brotin rifbein. Ákæra á hendur fólkinu verður þingfest í Héraðsdómi Suðurlands eftir tæpan hálfan mánuð. Sálfræðingur segir mörg dæmi að ungt einhverft fólk verði öryrkjar eftir að hafa verið meinað geðheilbrigðisþjónustu. Móðir einhverfs kvárs segir álagið á foreldra mikið, dæmi séu að þeir íhugi að taka eigið líf. Það er þrengt að þessum hópi. Ásdís er einn af fáum sálfræðingum hér á landi sem sérhafa sig í einhverfu og ársbiðlisti er eftir meðferð hjá henni. Fjallan var málefni einhverfra í Kveiki í gær og þar kom meðal annars fram að einhvert fólk lendir ítrekkað á veggjum í geðheilbrigðisþjónustunni og það kemur ekki síst niður á ungmennum sem Ásdís segir að flosni upp úr námi og endi ein heima. Þekkir þú mörg dæmum að fólk fari á örorku bara dett út af vinnumarkaði vegna þess að færi ekki aðstoð sem skildi, fólk sem er einhvert? Svaraði bara heiklust já. Bur Unnar Brár er einhvert og hefur haft takmarkað aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu. Við auðvitað lendum í ákveðum vandræðum og vítahring heima að barnið mitt var eitt af þessum börnum sem að lokaði sér svolítið inni og átti erfitt með að takast á við svona venjulega daginn. Okkur var þá vísað í það að leita frekar til þjónustu á geðheilbrigðisteymi heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins en okkur var vísað þar frá vegna þess að EDN var með einhverfugreiningu. Og þetta takmarkaða aðgengi á ýmsar birtingamyndir. Ég hef fengið til mín fólk sem hefur verið í raun og veru í virku geðrofi, ekki það alvarlegu að það hafi verið hægt að leggja það inn og sú manneskja fékk ekki inni hjá geðheilsuteymi. Þannig að þjónusta við hana var á mínum vegum og svo held ég að heimilislæknir hafi átt að sjá lyfjagjöf. Akkur fekk hún ekki þjónustu og geðheilsuteymi? Hún var einhverf. Auðvitað er þetta kannski hópur sem er erfitt að þjónusta en það er ekki hægt að þjónusta hann ef þú skilur hann ekki, vilt ekki skilja hann og viðurkennir heldur ekki hvort hann sé til, né heldur að sé verið að neita honum þjónustu eins og mér finnst svolítið verið að gera núna. Ef að þessum hópi er ekki mætt þar sem hann stendur og það er ekki þarfir hans er ekki teknar til, þá endar hann í raun og veru á örorku. Er mikið álag á foreldra? Já, það er mjög mikið álag á foreldra. Mjög mikið. Veistu foreldra sem hafa farið á örorku eða út af vinnumarkaði vegna? Já, ég veit foreldra sem hafa gert það og ég veit líka foreldra sem hafa íhugað að taka í líf út af því að álagið er svo mikið að það stendur ekki undir því. Ef þú eða einhver sem þú þekkir glímir við sjálfsvígshugsanir eða sjálfsskaðandi hegðun má alltaf hafa samband við 1717 eða Píetasamtökin á vefsíðu þeirra eða í síma 552 22 18.
Allt að 3 mánaða bið eftir aðstoð átröskunarteymis Landspítala. Þangað sem fleiri leita með alvarlegri vanda en áður. Tæplega 60 manns var vísað til teymisins í fyrra. Málin eru þyngri sem eru að koma til okkar. Það eru hröðveikindi, hratt versnandi vandi, mikið þyngdatap á stuttum tíma og það kannski svona svolítið miðað við kannski var fyrir nokkrum árum síðan þar sem var kannski svo búið að vera að vanda í einhvern tíma og bara svona malla þess áfram en við sjáum núna bara einhvern veginn á 3 mánuðum vandinn bara orðinn rosalega stór og mikill og yfirþyrmandi fyrir náttúrulega fjölskyldunar. Þannig að það þarf að grípa hratt inn í en með auknu álagi á teymið þá náttúrulega myndast kannski aðeins meiri bið eftir þjónustunni sem ekki gagnlegt en við erum að reyna að vinna í því að bæta mannafla í teymið. Hvað mikil bið eftir þjónustu núna? Við höfum reynt að halda því innan mánaðar en því miður þá erum við að nálgast alveg 2 til 3 mánaða bið. Skjólstæðingum forgangsraðað eftir alvarleika. Ef við lítum á fjölda tilvísina til átröskunarteymis Landspítala eftir árum, þá jókst aðsóknin á COVID-tímanum. 36 leituðu til teymisins árið 2020 og 46 árið 2021. Tilvísunum fækkaði svo aftur árin 2022 og 2023 þegar þær voru og yfir 30. En síðan þá hefur þeim farið fjölgandi, voru 40 árið 2024 og 56 á síðasta ári og hafa ekki verið fleiri í 7 ár. En samfélagsmiðlar eru bara, það er kostur og gallar við þá. Gallarnir eru kannski þeirra að það eru upplýsingaóreiða bæði tengt heilbrigði, holdafari og næringu. Og unglingar eru kannski hafa meiri svona tendens til, meiri samanburðar og kannski ekki alveg að pæla í gagnrýni hugsun á hvaðan upplýsingarnar eru að koma. Karen telur að auknar vinsældir þyngdarstjórnunar lyfja eins og Ozempic og umræður þau hafa ekki bein áhrif en mikil umræða í samfélaginu slík lyf ýti undir ótta við að þyngjast. Þessi lyf og slíkt til að ástæðu og gagnlegt fyrir ákveðin hóp fólks. Ég held bara að þegar við erum alltaf að tala þyngdarstjórnun og offitu og slíkt með mjög neikvæðum áherslum að þá erum við að senda ákveðin skilaboð að það sé ekki æskilegt að þyngjast og það sé ekki æskilegt að fitna. En við vitum að börn og unglingar þurfa að þyngjast, þannig að þau kannski lesa ekki þarna á milli og þar af leiðandi getur það orðið svolítið bókstaflegt að megi ekki þyngjast. Rússar hafa fengið meira en 1000 Kenjamenn til að berjast á vígvellinum í Úkraínu. Flestum þeirra var lofað vel launuðum störfum en voru síðan sendir á vígvöllin þar sem fáir lifa af. Jarðarför Charles Waitaka í litlu þorpi í mið-Kenja. Waitaka var drepinn á vígvellinum í Úkraínu. Hvernig komst hann þangað, spyrja sig kannski einhverjir, verandi frá landi í Austur-Afríku. Waitaka var lokkaður til Rússlands undir fölskum formerkjum þar sem hann átti að fá vinnu sem bifvélavirki fyrir rússneska herinn. Skömmu eftir komuna fékk hann nýjan samning á rússnesku þrátt fyrir að tala ekki tungumálið. Hann var sendur að landamælum Rússlands og Úkraínu eftir stutta herþjálfun. Kuna vile tu tulipata confirmation kutoka kwa mtu walikuwa na yeye wakituambia vile alikanyanga landmine na hivyo ndivyo alipoteza maisha yake. Duncan Cheke var boðin vinna sem bílstjóri í Rússlandi. Þegar þangað var komið var hann sendur í stríð og honum skipað að gera árásir á byggingar Úkraínumanna. This is not the work I came here to do. Me, I came here like a driver. He told me that you have to do it. No, I told the commander that no, I'm not ready to do this. But the commander said, if you refuse to do this, we're gonna kill you. Cheke segist hafa gert sér upp andleg veikindi eftir 2 mánuði á vígvellinum og tekist að flýja þaðan með hjálp vina. Hann komst svo í keníska sendiráðið í Moskvu. Hann með einföld skilaboð til samlanda sinna. Don't try to go to Russian military. Don't try. Hivyo tu ndio wanaweza abia mayouth. Vijana wenye wanajisikia tu wanaweza enda Russia ku fight with Ukraine. They will die. Probably they will die. Yeah, so don't think about it. Já, við biðjumst velvirðingar á því að það vantaði texta við þessa frétt. Það verður hægt að nálgast hana textaða á ruf.is þegar við erum búin að kippa þessu í liðinn. En förum í önnur mál. Heimilislæknir segir notkun svokallara peptíða afar varasama. Þeir geti haft áhrif á hormónajafnvægi og áhrifin orðið langvarandi.
Ég þekki til kollega sem hafa fengið þetta bort til sín, já. Hvernig fenguðu þetta bort til sín? Það svona fyrirspurn hvort þetta sé örugt og skynsamlegt að nota þessi efni. Og kom fyrirspurnin þá frá ungmenni? Já, ungum einstakling. Brögð hafa verið að því að ungmenni sprauti sig með ólöglegum peptíðum í færunaskyni. Efnið er selt á svartamarkanum, oftast á samfélagsmiðlum og þau sem hér ræðir hafa ekki verið samþykkt af Lyfjastofnunum og stórar sendingar að utan hafa verið gerðar upptækar. Starfsfólk Lyfju hefur orðið vart við aukna eftirspurn eftir svona sprautum sem eru notað til þess að sprauta sig með peptíðum og nokkuð að fólk komi í apótekinu og leiti ráða hvernig eigi að bera sig að við að sprauta sig með efninu. Peptíð eru einfaldar aminosýrur sem eru nokkurs konar uppistaða próteina og virka líka sem boðefni. Líkaminn framleiðir peptíð og þau líka finna í ýmsum matvörum eins og til dæmis fiski og mjólk. Þetta eru svona einföldur struktúrar inn í líkamannum sem samt gegna mikilvægu hlutverki, til dæmis sem taugabóðefni, í hormónakerfi líkamanns, uppbyggingu vöðva og fleira. Og notkunin getur valdið talsverðum skaða. Sér ef allt í einu kemur einhver gusa af einhverju boðefnum sem að líkaminn framleiðir vanlega sjálfur og það getur riðlað viðkvæmu jafnvægi og haft neikvæðar afleiðingar för með sér til lengri eða skemmri tíma. Ef þú tekur inn svona efni þá hefur einhver stjórn á því hvar það virkar. Getur þetta haft áhrif á hormónajafnvægið í líkamann? Já. Er fólk sem er ennþá að vaxa eins og unglingar ekki þá sérstaklega viðkvæm fyrir einhverju svona röskunum? Ég myndi telja að unglingar og börnunglingar sem að þessu viðkvæma aldri ættu sérstaklega að forðast að taka inn einhvers konar efni en auðvitað myndi ráðleggja öllum að forðast að taka þessi efni inn. Íbúar komu sér út af sjálfsdáðum þegar eldur blossaði upp í íbúð þeirra í nótt. Íbúðin er við Kapellustíg í Grafarholti. Byggingafélag námsmanna á þar nokkur fjölbýlishús og er íbúðin í einu þeirra. 2 bjuggu í íbúðinni sem er stúdíóíbúð á jarðhæð. Íbúar í nærliggjandi húsum vöknuðu við sírenuhljóð 4:30 í morgun. Talsvert mikill eldur var í alrými íbúðarinnar þegar slökkviliðið kom á staðinn. Ekki þurfti að rýma aðrar íbúðir hússins. Lögregla rannsakaði vettvang í dag og reyndi hann á tali af vitnum. Mjög mikið tjón varð á íbúðinni. Ríkisstjórnin hefur engin áform að draga Ísland út úr ETS-losunarkerfinu en ráðherra er bjartsýnn á að áframhaldandi undanþága fáist fyrir flugrekstur á Íslandi. Forstjóri Icelandair segir að það brýnt enda mikið undir fyrir íslenskt hagkerfi. Viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, ETS-kerfið, var tekið upp árið 2005 og innleitt á Íslandi 2011. Íslensk fyrirtæki greiddu 5,5 milljarða króna fyrir losunarheimildir árið 2024, en ríkið hefur að því tekjur 700 milljónir það sama ár. Ísland fekk undanþágu frá kerfinu í flugrekstri á grundvelli landfræðilegra stöðu sinnar, enda ljóst að upptaka kerfisins í þeirri grein hefði töluverð áhrif á flugrekstur hér. Í umræðum ETS-kerfið á Alþingi í dag sagðist ráðherra bjartsýnn á að áframhaldandi undanþága fengist. Verið var að skoða tímabundna framlengingu á meðan unnið væri að varanlegri lausn. Það hefur ekki komið til skoðunar að Ísland dragi sig út úr ETS-kerfinu. Kerfið er hluti af EES-samningnum sem er stærsti og mikilvægasti viðskiptasamningur Íslands. Jóhann Páll vísaði í reynslu Bretlands og Sviss. Bretar hefðu eftir útgöngur úr ESB neyðst til að koma sér upp eigin viðskiptakerfi til að tryggja aðgang að evrópskum mörkuðum. Og Sviss hefðu tekið upp eigið kerfi sem síðan rann inn í ETS-kerfið. Segði Ísland sig úr kerfinu myndi það eyðileggja möguleika íslensk stóriðinnar að flytja vörur sínar út á Evrópumarkað. Hér í Brussel er verið að vinna að endurskoðun á þessari áætlun ETS hjá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins sem þýðir að það er góður tími til að koma núna og mæla fyrir breytingum sem er nákvæmlega það sem að forkólfar samtaka atvinnulífsins gerðu í dag ásamt forstjórum Eimskips og Icelandair. Og við erum náttúrulega glíma við það að það er ekki alveg verið að taka tillit til sérstöðu landsins að fullu. Við erum með þessa lausn sem að gildi núna til loka þess árs fyrir flugið á Íslandi og það þarf að tryggja að hún gildi áfram. Helst af öllu vill Bogi þó að fundin verði varanleg lausn sem tekur tillit til sérstöðu Íslands. Hann telur að málið varði ekki einungis hagsmuni Icelandair. Þetta er
ferðaþjónustan, íslenska hagkerfið og bara íslenska þjóðin sem undir að mínu mati. Ferðaþjónustan stærsta útflutningsgreinin. Já, Icelandair starfar 1% af þjóðinni og 25% af hagkerfinu í flugi og ferðaþjónustu. Veitur ætlaði að bora eftir heitu vatni á Geldinganesi í Reykjavík. Framkvæmdir eru hafnar og byrjað verður að bora síðar í mars. Við boranir á Geldinganesi á 10. áratug síðustu aldar fannst 90 til 100 stiga heitt jarðhitakerfi. Hólurnar sem þá voru boraðar gáfu ekki nægilega mikið vatn. Veitur ætla nú að bora hólur sem verða alltaf 1,5 kílómetra að dýpt. Markmiðið að finna betri lekt eins og kallað svo nýta megi jarðhitakerfið fyrir hitaveitu. Síðustu vikur hafa íbúar í Grafarvogi nærri Geldinganesi orðið varið við nær stöðuga umferð vörubíla yfir Eiðið í Geldinganes. Ekki var verið að undirbúa lagningu Sundabrautar, heldur verið að flytja möl til að styrkja veginn þvert yfir nesið og útbúa borplan sem nú tilbúið. Það fóru 5.000 rúmmetrar í þetta plan hér. Það eru nokkra ferðir. Fyrsta holan verður boruð með 40 tonna jarðbor en hinnar með öflugum 100 tonna bor. Við erum að gera núna fleiga fyrir borholurörum, stálurörum sem eru steypt niður. Hvað ert þú að fara lágt með? 6 metra frá yfirborði plans. Hvenær heldur þið verið komnir þannig að það sé hægt að koma ykkur borningað? Svona þetta sirka viku, kannski rétt rúma viku. Gangi rannsóknarboranir vel verða boraðar fleiri holur á næstu 2 til 3 árum. Þá verður hægt að bæta við hitaveitu á höfuðborgarsvæðinu því íbúum fjölgar og gert ráð fyrir 1000 nýrra íbúða á næstu árum. Það ekki beint logn á Geldinganesi, hvernig að vinna hérna? Það stundum algjör paradís, bara logn og blíða og maður horfir á hvalina hérna og svo getur líka verið erfitt að komast bara út úr tækjunum sko. En hérna á náttúrulega bara að byggja sko, bara fulla ferð. Þetta flott að vera. Tjón var í gamla tollhúsinu í miðbæ Reykjavíkur þegar ofn á fyrstu hæð hússins sprakk og heitt vatn lag gólf. Vegfarandi gerði slökkviliðinu viðvart á 8. tímanum í morgun en þá rann vatn undan aðalhurð hússins og út að gangstétt. Slökkviliðsmenn náðu að stöðva lekann og hófu strax að dæla út vatni. Það hefur bara sprungið ofn hérna í húsinu og heitt vatn frá honum borist fyrstu hæðina og síðan gufa upp á aðrar hæðir hérna. Er þetta mikill leki? Þetta er búið að vera töluverður leki, búið að leka greinilega í alla nótt, þannig að töluvert magn en það er búið að stöðva lekann og verið að koma í veg fyrir frekara tjón hérna. Er þetta mikið tjón? Það er ekki mitt að meta það en það er alltaf hættulegt þegar heitt vatn berst hús að það skemmir mikið út frá sér. Grafarvogur var friðlýstur í dag. Umhverfisráðherra og borgarstjóri undirrituðu yfirlýsingu þess efnis fyrir hádegi. Friðlýsingin nær til hins eiginlega Grafarvogs, það vogsins sem liggur innan við Gullinbrú og svæðið hálfur ferkílómetri að stærð. Verndargildi Grafarvogs þykir hátt, þar eru tiltölulega óraskaðar leirur eins og eru í Blikastaðakró og Leiruvogi í Reykjavík og Mosfellsbæ sem þáverandi umhverfisráðherra friðlýsti haustið 2022. Leirurnar eru mikilvægur viðkomu og fæðuöflunarstaður farfugla. Það er mikilvægt að vera ekki bara að friðlýsa óbyggð víðerni, heldur líka falleg svæði hérna í þéttbýlinu og við erum með hérna óraskaðar leirur. Þetta er mikilvægt varpsvæði fugla, meðal annars tegunda sem í útrýmingarhættu. Og þú sjálfur hefur spókað hér bóginn? Já, ósjaldan. Þetta er voða gott útivistarsvæði og hérna, þannig að þetta er líka mikilvægt upp á lýðheilsu og gott mannlíf að stíga svona skref. Hörður, hvað ætlar þú að bjóða upp á Kastljósi í kvöld? Við ætlum að ræða við Ölmu Möller, heilbrigðisráðherra, meðal annars stöðuna á bráðamóttöku Landspítalans og viðbrögð yfirvalda við ástandinu þar, en það tæpur mánuður síðan að stjórnendur spítalans sendu minnisblað á ráðherra og við ætlum að fá að heyra hvað hefur gerst síðan. Við fjöllum einnig virkniúrræði fyrir einhverfa sem að Kveikur varpaði ljósi á í gær og heyrum sögu ungrar konu. Takk fyrir þetta, Hörður. Þá ætlum við að líta til veðurs. Það suðlæg átt í kortunum fyrir morgundaginn með éljagangi sunnan og vestanlands en björtu veðri að mestu á norður- og austurlandi. Kröpplægð kemur askvaðandi upp að landinu aðra nótt og mun áhrifa hennar gæta vel inn í helgina. Nánar veðrið að loknum íþróttum.
Íslensk landslið eru í eldlínunni þessa dagana. Kvennalandslið í handbolta etur nú kappi við Svartfjallaland á Ásvöllum í Hafnarfirði í undankeppni EM. Og í gærkvöld spilaði kvennalandslið í fótbolta við besta lið heims, Spán, í undankeppni HM og reyndist á brattan að sækja. Svo setjumst við niður með hinnu 17 ára gömlu Thelmu Karen Pálmadóttur sem spilaði sinn annan landsleik á móti Spáni. Ekki missa af íþróttafréttum hér rétt á eftir. Rifjum upp helstu atriði frétta. Herir Bandaríkjanna og Ísraels hafa drepið yfir 1000 manns í Íran síðan á laugardag. Ekkert lát á átökum í Mið-Austurlöndum og áhrifana farið að gæta hér á landi með hækkandi eldsneytisverði. 5 karlar og 1 kona hafa verið ákærð fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás í Reykholti. Þau eru sögð hafa haldið manni föngum í 2 sólarhringa, beitt hann grófu ofbeldi og hótunum, kúað af honum fé og þvingað hann svo úr landi. Sálfræðingur hefur þurft að sinna einhverfu fólki í geðrofi því engin annar vildi taka við þeim. Móðir segir barni sínu hafa verið neitað geðheilbrigðisþjónustu vegna einhverfunnar. Læknir segir að notkun svokallara peptíða geti haft langtíma afleiðingar á heilsu fólks. Aukin eftirspurn eftir sprautum til að nota efnið. Mikið gengur á Geldinganesi í Reykjavík. Þar allt að verða klárt fyrir stóra jarðbora sem eiga að bora djúpt í iður jarðar til að finna vinnanlegt heitt vatn fyrir veitur. Næstu fréttir verða í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn RÚV.is uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum líka á RÚV-appið. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir@ruv.is en þessum fréttatíma lokið. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Það mjög fallega gert. Svo er líka fyndin og margt sem maður bara vill strika undir. Ég kemst allur á svona flug við að